Já, velkomin að Rauðuborðinu á 50. miðjan þorra. Klukkan var 8 og hér hefur við haft fréttir, höfum það þannig í haust og í sumar, en við höfum búin að sitja á salt vegna þess að það óljóst hvernig ríkisstjórnin ætlar að standa að stuðningi við einkarekna fjölmiðla sem að samstöðin sannarlega er. Með við það tillögu sem að Logi kynnt daginn að þá er samstöðin líklega eini fjölmiðli sem að uppfyllir ekki nýja reglur. Þannig að við erum svona að leita að fjárhagslegum grundvelli. Kemur ljós hvort að við finnum nógu sterkan til þess að halda út í fréttunum. En hérna komin fréttafólk, Laufey Líndal Ólafsdóttir og Sigurður Ómar Sigurðsson, verið velkomin. Takk. Er þetta stór fréttadagur sem við erum að fara út úr? Já, Valdimar bæjarstjóri í Hafnarfirði er að íhuga framboð til varaformanns Framsóknarflokksins. Það er í vandræði með að fá fólk til þess að hafa áhuga á formannskjörinu. Þú munt ekki reyna að selja okkur varaformannin. Nei, en þetta er bara eina... En hafið þetta getið því hvað er erfitt að fá fólk til þess að vera spennt fyrir formannskjörinu í Framsókn? Það var alltaf erfið fæðing, það er búið lengi á leiðinni að eitthvað fólk að bjóða sig fram, þannig að það eru tvær að það. Já, einmitt, það er svona Ingi Mér finnst enginn svona spenntur fyrir þessu. Svo önnur er þingflokksformaður og hinn er varaformaður og það er saka hvor aðrum hafi ekki sitt flokknun og vel eitthvað, þetta er bara eitthvað. Það hljómar ekki. Þú myndir vilja sækja svona eitthvað utanaðkomandi? Nei. Þeir gerðu það 2009. Já, svolítið Sigmund Davíð. Já, Sigmund Davíð og á eitthvað eyðibýli í Austurlandi. Já, þannig að það er að kannski banka upp á eyðibýlinu aftur, hvað það sé eitthvað. Ég vil ekkert í þessu, ég er reyndar í Framsóknarflokknum. En ég ætla ekki að hafa nein áhrif að reyna að hafa áhrif í þessu formannskjöri. Nema Valdimar varaformann. Já, svona, heyrðu nei, hvað er það? Jú, það er náttúrulega vopnakaup Íslendinga. Já, það er stórfyrirtæki. Milljarður, já. Það hefur verið gerða kannanir, ekki nýlega, alltaf sé ekki á þetta svona 1,5 árs gamla kannanir, viltu að Íslendingar kaupi vopn? Og mér minnir að vera 72% nei. Já. Og þetta finnst mér bara enn eitt dæmi það að stjórnmálafólk á Íslandi er að þjóna ykkur öðru heldur í þjóðinni. Já. Og bara Þorgerður mætir á fundi með einhverju öðru utanríkisráður og finnu fyrir svona að svona vera að ganga á hana, leggja eitthvað að vera með og eitthvað svona og bara til að fitta inn í hópin þá hendur hann milljarði í þetta sem að við getum náttúrulega hent milljarði í aðstoða Úkraínum en ekkert að því en ekki með að kaupa vopn af Donald Trump. Ég veit ekki neitt sem að finnst þetta góð hugmynd sko. Nei, samt er þetta gert. Já. Þetta er bara einhvern veginn svona ákvarðanir á ekki bara einhver einn ráð að geta tekið. Nei, mér finnst ekki. Mér finnst að fara að gera mikla umræði í samfélaginu. Í gær skrifaði Inga Sæland undir það, hún ætlar að styrkja íþróttastarfið 1,8 milljarð. Hvað er það að fara í kosningar eða? Já, þetta sé bara búið. Nei, það er bæði til afrekstars og líka til fargjalda fyrir félög utan á landi sem eru að sækja hingað og eitthvað svona. En það var 1,8. Það er komið 2,8 þá með opna milljarðinum, það var komið 2,8 á 2 dögum. Og milljarður eru sko 1000 milljónir. Já. Það er ekki gleyma því. Það er nú fyndið þegar þeir fóru fyrst á fund hjá Orkuveitunni í bestaflokknum, Jón Gnarr og Sigurður Blöndal, ég veit ekki hvort það voru fleiri, og þá var staða hitaveituna var alveg kapút, algjörlega allt á hausnum. Og þeir sitja þarna sem að helstu stjórnendurnir er að setja svona reikna dæmi upp á töflu og þeir sitja þarna og svo enda með annað segir svona, heyrðu fyrir ekki, hvað eru mörg 0 í milljarði? Fyrsta skipti sem að ég skrifaði milljarður í frétt, það var aðalfundur SÍS, líklega 1986 eða eitthvað starfinn pappíla, þegar Guðjón var kominn. Já, ég veit, þetta er 88. Áruðu uppi Bifröst sem er núna verið mikið í fréttum. Og þá var verið að tala tapið á verslunardeild sambandsins, sem með minnir að hafi verið 1,2 milljarðar. Sem var fátítt. Ég hef aldrei skrifað þetta orð. Ég hef aldrei skrifað þetta orðið í fréttir. Og við höfum aldrei náð hvernig það var skamst af þetta. Þannig voru byrjað aðeins að koma svona MA-punktur.
Og ég held að ég hef skrifað 1,2 milljarðar sem eru svona marga miljónir. Ég held að maður hef gert það, sko. Já, þurft að skýra það. Þannig að mann er ekki utanum svona stórar upphæðir, sko. Nei, það nefnilega, þess vegna ég að segja þetta sem 1000 milljarðar, því að fólk heldur sem þetta sé miljón og svo komið milljarður, það sko. Já, það svolítið mjög langt bíl á milli. Já, rosa langt. Já, þessi 3-0 sem bætast við eru stór. Já, það eru það. Það var önnur frétt sem að mér veist áhugaverð, sem að gengur svona þvert á. Það var að háskólaráð var að samþykkja hækka skráningargjald í háskólan upp í 100 skall. Ég man ekki betur en að það hafi verið frétt bara fyrir kannski 1,5 ári. Það sem að háskólanum var bannað að rukka meira í skráningargjald en sem að nemur kostnaðurinn við að skrá, sem bara 20 skall max, sko. Það var þetta eitthvað 60.000 og þau máttu ekki rukka þetta svona mikið. Þannig ég alltaf verið með, sko, hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Því að þetta skiptir miklu máli, að svona aðgengi að menntun og heilbrigðisþjónustu. Ég var eitthvað að skrifa inn á Facebook að ég hefði borgað 38 skall eftir að hafa farið á bráðamóttökuna í gerð. Þetta er svívirðilegt. Það sem ég kynnti hér að eins og ég ætlaði að vera með Trump-tíman en ég hljópa og settist í stólinn. Og ég sé bara viðbröðin á því að sko, fólk vill þetta ekki. Nei, hver vill þetta? Hvað heldur sé margt fólk sem á ekki 38 skall? Ég held að sé 20%. Það er þarna spurningin sem áttu fyrir óvæntum útgjöldum og þá er ég miðað við svona verð á þurrkara, held ég. Sem ég held er svona 80 skall í dag. Já. Þannig að þetta er svona innan við það. Þannig að það er kannski ekki rétt að segja, en í svarið já, eigi ekki fyrir óvæntum útgjöldum, held ég sé 25%. Já. Þannig ég leiði mér að segja að það væri svona 20% sem ætti erfiðleikum með að mæta þetta. Heilbrigðisþjónustu, það sem að 20% þeirra sem að þurfa á hann að halda, þetta kemur bara búm, bara högg, sko. Ég var alveg fram á sumar að jafna með þessu. Hugsa sko 20% af fólki. Það er nú gaman að vita því þeir náttúrulega stofna sko kröfur í heimabanka ef fólk getur ekki borgað staðnum og hvað allir mikið að því innheimtist ekki. Svo þá er það bara sent í innheimtu. Já, kannski það. Ég held reyndar sko það má ekki senda inn sko í innheimtu fyrir, nei. Ekki handrukara. Það er bannað, nei. Það sem ég var að benda á í þessari færslu minni var að það er ekki svo langt síðan að hugmyndin var svo að við erum með samtryggingakerfi gennum ríkið. Þannig að við borgum öll skatta og á móti þá höfum við ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntaþjónustu, ókeypis vegakerfi og ýmislega svona grunnþætti. Og við höfum sækjum peningana inn, þannig við tökum mest frá þeim sem eru mest aflögufærir, minnst frá hinum. Einhvers staðar á leiðinni, nei, við tökum alltaf mikið frá þessum ríku, þannig að við erum að lækka skattana á þeim. Og hvað gerum við þá í staðinn? Getum við ekki rukka sjúklingana þegar þeir koma veikir inn á bráðamóttökuna? Það kom svona margir á þetta. Var þetta ekkert lagt fyrir þjóðina hvort það vildi þetta? Ef þetta hefði verið lagt fyrir þjóðina, þá er svo, nei, við viljum hafa gamla kerfið. Eða ekki? Jú. Í viðbröðum þessari færslu þinni þá var maður sem var örugglega á Spáni frekar en Portugal. Aldrei borgað krónu. Nei, aldrei borgað krónu. Nei, minna það er nú mikið kvartað yfir NHS í Bretlandi, sko. Það er ókeypis. En þegar ég bjó þar, þá borgaði ég aldrei, svo kom ég einmitt til Íslands og þá allt í einu þurfti ég alltaf að fara að borga bara fyrir að hitta heimilislækni og þetta voru mikið viðbrigði, sko. Þetta var ókeypis áður en ég flutti út. Danmörku borgar ekki, Spáni borgar ekki. Bretlandi borgar ekki. Akkur við að hafa þetta? Það er bara fáránlegt. Við erum bara Bandaríkin stundum. Allavega í svona málum, sko. Við erum að nálgast það. Og þá er þetta orðið... Þetta er ekki fyrir alla. Það var einn sem skrifaði á færslulega mína. Það sem er ókeypis að fólk sækir í það bara að byrja að hamstra. Já, þannig að maður fyrir að fara til. Og við varum öll í gifsi bara að við varum ókeypis. Bara ég fekk þetta ókeypis. Og ég er á blóðþynningalyfjum að ég fekk alveg bara heila pakka sko á blóðþynningalyfjum. Það sem fólk geta eftir í hug sko. En Davíð Oddsson sagði þetta þegar hann var spurður út í biðröð fyrir utan mæðrastjórnsnefndi fyrir inn í jólin. Já, því að það er svo gaman að hanga þar líka. Já, hann sagði það. Það sem er ókeypis, þar myndast biðröð.
Þetta svona, ég veit ekki akkur, þannig erum við að taka dæmi þar sem að þið voru að tala um vopnin á þann. Að þetta með gjaldtökunni í heilbrigðisþjónustu, þjónum var aldrei spurðið að þessu og að vissu allir hún vildi þetta ekki. Samt þetta bara þjösnast einhvern veginn í gegn, hægt og bítandi. Þangað til það verður normalíserað og menn bara fara að halda þetta sem skynsalegt. Og þetta bara ekki skynsalegt. Sama held ég að gera þessi með vopnin, það bara að byrja að kaupa vopn, könnun, bara 72% bara alls ekki, bara 5% með þessu. Haldi áfram stykkið vopn. Það bara svo smátt og smátt, þá bara venjust við erum bara svo froskandir. Vopn ekki, við höfum okkur bara við ekki hætta því núna. Og það svolítið sem að tengja svo kannski svona hnígnum bandarísks samfélags að þegar þú þjösnar í gegn einhverjum ákvörðunum og þær verða að þá erfið að snúa ofan á því. Þannig að sko sigurinn að komast í valda, tróða ykkur í gegn og það bara erfitt að vinda ofan í því eftir það. Já, einmitt. Þetta svona krakkar. Já. Þetta samfélag okkar. Já, einmitt. Við ætlum að vera með ýmislegt efni í þættinum. Björn Þorláks, hann ætlar að hitta Guðmund Andra Tórsson í lok þáttarins að tala um íslenskuna. Við höfum svolítið verið með svona þráð í því og Björn hefur hitt svona mæta menn og rætt í rólugu spjalli stöðu íslenskunar. Var með Þórunn Eldjárn og var viðtal sem vakti mikla athygli. Og þeir hann ætla að tala um Guðmund Andra sem nú það kemur ekki tómum kórna þar. Nei, hann náttúrulega rithöfundur og skáld, allir maður myndi segja það. Hann var ekki á ljóðabók síðast. Og svo náttúrulega semur hann tónlist og syngur, hann söngvari. Hann líka pistlahöfundur. Einn af svona mikil virkustu pistlahöfundunum svona á síður árum, ekki? Já. Hann skrifaði oft í blöð sem ég var með í Kanada. Já. Það var gaman að hlusta á þá tvo að tala um íslenskunar. Þú ætlar að tala um strandminjar? Já, það skemmtilegt mál. Nei, það er ekki skemmtilegt mál. Tilefni er bara hvarf Reynisfjöru. Já. Hún bara fór í sjóinn. Og Eyþór Eðvarsson heitir maður sem einstaklega áhugasamur verndun strandminja. Hvað ætlar það að gera? Ætlar það að fara út í sjóinn og sækja Reynisfjöru aftur? Nei, vernda það eitthvað að þessu. Já, því að þetta er náttúrulega mjög sérstakur atvinnuháttur sem var þannig þegar bátar bara komu upp í varir og settir upp og þarna var oft erfitt og menn druknuðu þarna bara báttu koldi í lendingunni og svona þetta kunni enginn að synda en hann sagði einu sinni við mig, ég ætti að byrja að fara og skoða Gufuskálavör af því að það nú verið 10 vetrarvertíðir hérna í Breiðafirði og ég fór að skoða og mér finnst þetta mjög merkilegt það sem er eftir að þessu það er mjög merkilegt, maður sér söguna svolítið og núna þetta þá er bara alveg klárt mál að við séum að við erum að missa þessar minjar, ég veit ekki hvernig við hefum átt að bjarga þeim eitthvað, ég veit það ekki. Ekki Reynisfjöru, það er ekki, já, við hefum ekki náð að bjarga Reynisfjöru, það er rosa heljar afl sem. Nei, það var ekki. Það eru náttúrulega svona fyrir það sem að þeirra vorum á árabátum, að þá var þetta oft mjög svona utarlega, en svo þegar velbátandi koma þá færist þetta innar við fjörðin. Oft þetta minjar sem eru raunverulega fjarri það sem að byggðin er í dag, eða ekki? Núna? Já. Jú, það er það er það. Já. Bara eins og til þess Gufuskálavör sem er svolítið fjarri sjávarplássunum sem er innar á nesinu. En svo er hann líka hann er Súfirðingur og þeir eru búin að gera svona skála, landnámsskála svona víkingaskála og hann Súanda? Á Súanda? Eða Súðavík? Nei, Súanda. Súanda? Já. Og meira þeir eru búin að taka þeir eru með skála og þeir eru búin að gera það langeldur inn í honum og þeir hann vígði hann í fyrra og þá komu þau hjónin Sigurður Pétursson og Ólín Þorvarðardóttir og þeir settu svona við eldinn þá svona það er alveg frábært horfðu öll í eldinn og Ólín að fór að kveða og svona og Sigurður Pétursson sagði söguna af þessu. Bæði frábært sagnafólk, Ólín og Sigurður. Já. En svo er það þetta að
þetta mjög merkilegt mál í sjálfsög. Við eigum mjög mikið af fornminjum, en þarna hefur við svona dregið fæturna svolítið, við hefum ekki staðið okkur nógu vel til að vernda þessa atvinnusögu okkar. Herðu, ég ætla að fá hérna Unni Ösp Stefánsdóttur sem að leika Sölku upp í Borgarfirði í Landnámssetrinu og Söguloftinu og mann hennar, Björn Thors, sem leikstýrinni. Þetta langar mér mikið að sjá, ég ætla að fara þarna. Já, ég ætla að tala við Sölku og þessa uppfærslu og einleiki og framsóknarleikhús og kannski svona hjón sem að vinna saman og þetta, ég býstu þetta verði bara mjög skemmtilegt samtal. Það ekki þriðja eða fjórða stykki sem þessu Þriðja þau voru með Sagnar Ilm, þar sem að hún lék og hann leikstýri upp úr bókum Elsabetar Jökuls og svo Vert Úlfur sem hann lék sem að var ég hef bara sýnt alveg allt þetta hefur verið sýnt ótrúlega oft bara gekka bara ekki Vert Úlfur gekka ekki bara í 1,5 ár eða eitthvað. Já, ég held að. Margir séð og ég kíkti á miðasöluna að það eru sýningar á Sölku langt fram á vor, mikið uppselt. En ef þú ætlar að fara þá eftir að ég er að bara djúkur. Hún kom hérna Auður Jóns sem barnabarnalæknis og fór með son sinn á þetta. Ég fór með dóttur mína. Þannig ég hvet fólk til þess að fara með svona unglinginn á þetta líka. Það er bara líka skemmtilega svona leiðinni heim. Að fá svona kynslóðaspjall út úr þessu. Því að þetta mjög, hvað segir maður, svona ágengt leikrit. Þetta á svo mikið erindi í dag. Það eiginlega ótrúlegt að rennur upp fyrir manni. Hvað þetta ferskt og hvað Laxness hvernig hann að fjalla þetta. Þetta eiginlega nútímalegri heldur en að það verið að fjalla þessi mál í dag. Því hann fer alveg inn í sál þess sem að veit en gerir ekki, þess sem að fremur ódæðið og þess sem að verður fyrir því. Bara stórkostlegt sálræn greining sem þarna í gangi. Ég búin að láta að er 25 ára gamall í fjölskyldinni sem að ég búin að gera að Laxness aðdáanda og hann ég vil bjóða honum með að hann byrjaði á sjálfstæði fólki og svo hann í Sölkuvorku núna. Þetta er góðan tíma að keyra upp í Borgarfjörð og það er svo rosalega langt síðan ég las þessa bók Nei, og maður ávist að lesa hana á ýmsum aldurskeiði hún allt önnur bók þegar maður lesa hana sem táningur eða þegar maður lesa hana sem rumt gamalminni Herðu, reynsluboltarnir Já, ég ætla að fá til mín Ernu Bjarnadóttir fyrrum varaþingmann Miðflokksins Þorsteinn Sæmundsson sem nú fyrrum þingmaður og núna varaþingmaður. Það gefur þetta stundum inn á þing. Já. Og svo Guðmundur Þórn Ragnarsson sem fyrir formaður VFM við stjórnmálaflokksmanna. Og Guðmundur mjög áhugasamur lífeyrissjóði og Nei, ekki að hlæja því. Ég er bara, þetta rétt úr fætinum bara að læknisráður. Ég var ekki að hlæja, Við munum örugglega ræða þessa, vísitölutengingu, launatengingu, ellilauna og tengingu eftirlauna og örorkulífeyris við laun. Já, ég er alveg viss að þetta fólk hefur mikið það að segja. Já, það er ekki fólk bara mikið allt að segja. Þetta fólk sem að verður ekkert orðlust. Nei, þetta það sem kallar að vera skoðanaríkur, það til sem hugtak. Já, það bara... Það var engar skoðanaríkur maður. Já, það mjög góð. Það uppáhaldsfólkið okkar Við þurfum á þeim að halda Já. Skoðanaríkar. Við þrýmumst ekki án svoleiðis fólks. Ég veit ekki hvað Ólafur Þór Harðarson er en hún finnst gaman að segja frá. Já. Hann að koma til Björns Þorláks eftir að tala Framsóknarflokkinn. Kannski finnur hann spennuna í þessu sem við erum eitthvað neginn alltaf að segja. Nefna þetta með Valdimar. Skúpuðu því. Þannig að það kemur á eftir yfirferði við það. Þetta er náttúrulega sömuleyti skrítið að þetta skuli ekki vera meiri umræð þetta.
Já. Af því að Framsóknarflokkurinn er náttúrulega 100 ára gamall, rúmlega það. Þarna inni eitthvað sem eins og nýtt samvinnu hugsjón sem á nýfrjálsíutímanum þá var náttúrulega nenni fólki ekki að hlusta á en samt stórmerkileg. Þetta er hreyfing sem byggði upp náttúrulega Bifröst sem í fréttunum núna og það var þannig að við þurfum að hafa okkar eigin skóla. Við getum ekki tekið fólk út úr verslunarskólanum sem læri bara kapitalíska viðskiptahætti. Við verðum að búa til eitthvað sérstaka nám fyrir þá sem til þess að reka samvinnuhreyfingu. Þannig að þau byggu til sín eigin skóla og þeir voru náttúrulega með kaupfélag út allt. Þeir voru stóri aðilar í því að byggja upp sjávarútveg á Íslandi. Enga fjármagn var sáralítið í sjávarútveg. Það var bara Allir ríki og Einar ríki og Einar Guðfinnsson og einstaka kallar. Langmest voru þetta bæjarútgerðir og samvinnuútgerðir sem var byggður umverulega rifu Ísland upp. Og alls konar hluti sem að tengjast Framsóknarflokksins. Og sumin þetta eitthvað skrítið við það. Kannski við erum alltaf að taka þetta til okkar, að við höfum ekki náð að fjalla betur þetta. Að auðvitað eigum við að nýta tækifærið og ræða svolítið til dæmis bara þurfum við á Framsóknarflokknum að halda kannski. Stundum er það sagt. Flokkar eru bara tæki. Við höfum að henda þeim... Þetta er sama nafn en ekki sami flokkur. Það er til dæmis Steingrímur Hermannsson var svona stjórnmálafóringi og fólk var virðing fyrir honum. Mikill áhrifamaður í 10 ár, Óli Jó þar á undan. Já. Og þannig að þetta er mjög breytt allt saman. Þetta er mikil ábyrgð að leiða. Hann verður, flokkurinn verður ef hann yfir 110 ára næsta ári, Það er ekki allt, að vera gamalt. Það er til að bíla esperantofélag á Íslandi. En það er þótt að sé gamalt, það var ekkert svona burðarstólpi í samfélaginu. Nei, ég er að tala það. Eða mýr? Á öllum þessum 110 árum þá hafa þetta verið, þú er kannski ekki bara nógu öflugir, forsvarsmenn fyrir flokki núna, þú hafi verið að þegar við vorum að skrifa um pólitíkinni daglega, Svo er þetta kannski ef að flokkar eru bara verkværi, þú ert búin að vera hníf í eina öld, alltaf að brínan, hann er orðin bara einhver nál, það er ekkert eftir að þessu. Þá setur nýtt egg á, nota skaftið, þetta er eins og hamarinn að safa. Akkur, þegar Framsókn er svolítið þannig. Við höfum að tala við frambjóðunar og spyrja hvor er skaftið og hvor er eggjum. Þetta er það sem við ætlum að bjóða upp með kvöld. Ekki annað. Nei, þetta er fínt. Já, þetta er glæsilegt. Þetta er bara fínt þáttur framöndur. Best að fara að vinda okkur í þetta bara. Já. Takk ykkur fyrir að staldra hérna við með mér. Og Pétri Fjellstu fyrir að taka upp og þú tókst nú uppslattað í dag. Já. Þú beggja veginn myndavinnur. Ég er búin að horfa á öll þessi viðtöl og geta staðfest að þetta er mjög góðu þáttur. Já. Laufey getur nefnilega verið báðum megin við myndavinnuna. Já. Ekki samtímis ekki samtímis Nei, það er fínt maður En áður en að við hleypum auglýsingum að þá ætla ég að minna á allt sem við sjáum hér og heyrið í samstöðuna er í boði áskrifenda. Það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa telja samstöðu skipti máli í íslensku samfélagi og leggja til hennar áskriftagjald. Þú getur gert það sama ef þú vilt. Þá getur ferðið inn á samstöðum.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnárskriftir sem er 2.750 krónur. Máttborgum er vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það er mynd Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ætlar Ólafur Þ. Harðarson að æsa okkur upp fyrir formannskjöri í Framsóknar sem verður á laugardaginn. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það er engin vandi Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Vantaði nýja flík? Komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.